Warships. Klukkan orðin 4 og FM 95 blöður hafið göngu sína þennan mánudaginn. Ég sitt einn eins og en Jón Gunnar Geirdal rétt og kominn. Hann stökk fram að pissa akkurat til að þátturinn var að byrja. Hann hins vegar mættur í hús og verður með mér hér í dag. Betur þekktu kannski sem Nonni Plugg eða Nonni Tattoo, herra Ísland, oft kallaði líka. Þannig að við verðum með fínasta þáttinn handa ykkur í dag, kæru hlustendur, og ber þar hæst King Helgi Björns, hann á leiðinni til okkar. Holy B mætir í spjall á eftir, svo erum við með sturlaða staðreyndir á sínum stað, netmisnotkuna, barnalandið, við ætlum að taka flottulega keppnina, þar sem að hún ekki lengur á 50 dögum, smá breyting framöndan þar. Það koma nýr liðsmaður hér í FM 95 blöð, komum betri inn á það í vikunni. En hann nú, góðu vinur þáttarins og hefur oft verið hérna með okkur, heitir Steindi Junior. En svo erum við með símtal sem alveg stórkostlegt. Það að þessi bíómynd, One Direction bíómynd, að gera allt vitlaust hérna á FM. Það verið að gefa miða á einhverja forsýningu eða frumsýningu, einhverja heimsfrumsýningu. Og vægt til orða tekið að þá eru aðdáendur One Direction í Íslandi að tapa sér. Ég hef bara aldrei vitað hana eins, og þessi hljómsveit vinsælli á Íslandi heldur en mann hefði getað grunað bara. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur bæði tölvupóst á eftir. Nei, hérna kemur hann lappandi inn að Jón Gunnar. Ég ætla bæði að lesa fyrir ykkur tölvupóst og leyfa ykkur að heyra símtal sem að datt hérna inn fyrr í dag, þar sem að ung stúlka var að vinna miða á One Direction og hún fór að gráta. Nei. Og fekk 2 miða á One Direction. Sýningun á morgun? Já, og það var hringt í hana og sagt henni hún að vera að vinna 2 miða og hún fór að hágráta. Hágráta? Já, ég ætla að spila þetta hérna eftir. Þetta er æðislegt, og svo ætla ég líka að lifa bæði þér, Jón Gunnar, og hlustendum að heyra tölvupóst sem að það var einn One Direction aðdáandi sem var ekki sáttur við hversu léttar spurningar FM 957 var að bjóða upp á til að vinna miðana. Sendi mail og kvartaði? Já, hún sendi þetta er svona 10 til 13 línur caps lock. Já. Það var ekki einn lítill stafur í þessu. Hún hefur verið heima hress, ekki talið upp á 10 og bara caps lockaði póstinu. Hún tók Garðar Gunnlaugs á þetta, hún fór bara og skrifaði svöngur. Hún tók Garðar Gunnlaugs. Já, það er Garðar Gunnlaugs að rakka niður höll að magga því hann var svangur á Twitter. En já, við erum með fínasta þáttum fyrst úr nú. Mættir hérna, hvernig hefur það, Jón Manni? Ég hef það fínt. Nei, ekki? Fyrir utan Hagliels rigningun á hann. Já, hvað var það? Og ég er býðist að komast í viðgerð á bílnum, rúðuþurrkarnir eru bilaðar. Á bílniðinum? Já, þannig ég er bara eins og mongólít að keyrum, sé ekkert. Það er ekki gott í Haglieli. Það er verra í Haglieli, svo kom líka svona rigning aðeins og undan sem var bara svona verið hellt úr fötu, bara svona útlandarigning. Já, það var svona eins og bara verið í Bandaríkjunum. Já, þannig en ég er fít sko. Hagliel 19. ágúst, það er æðislegt. Já, það er bara vestlum hann ekki búinn, þá bara hér er komið vetur. Það er bara þannig, það er bara haust alltaf. Við fáum ekki, menn telja upp ágúst sem sumarmánuð í Íslandi, það er bara ekki. Nei, ég meina, ok, það var sól á laugardaginn, það var gott á laugardaginn. Reyndar, mjög fínt á laugardaginn. En annars búið að vera grátt og rigning. Já, þetta er að hellast yfir okkur kæru hlustendur, það fer að hausta. En við ætlum eins og að vera á léttunótunum í dag við Jónsi, þannig að svona gleyma bara þessu veðri. Það er ekkert svo slæmt núna. Nei, jú, við erum í stuði. Það er enda mjög slæmt fyrir menn sem með þunnt ár þegar það er rigning. Fyrrverandi kærasta Justin Bieber eða núverandi, öllum drullu saman. Öllum saman. Lagið er Come and Get It. Hvað er það að tala um í þessi lagi, Jónsi? Er hún ekki bara í stuði þarna? Vill eitthvað feeling? Já, þegar hún segir Come and Get It. Hvað er það að tala um? Er ekki bara vaði í gaurana eða eitthvað? Ég veit ekki, ég er bara svona að tjekka hvað hausinn á þér er. Þetta lag er nú allt í lagi. Já, þetta er ágætis lag hjá henni. Styttist í Holy B, Helgi Björns ætlar að kíkja hérna okkur rétt og eftir. Sturlaða staðreyndir rétt handa af horni, en það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Og ég er með ágætis pakka, eitt hérna sem að vakti athygli mína og ég er mjög ánægð með, en það er hann að verða bara í leitna mínum upp á sleikurum, Bradley Cooper. Já, skemmtilegur. Já, sló í gegn í Hangover. Já, heldur betur. Var svo tilnefndur til Óskarsverðlaun daginn fyrir Silver Linings Playbook. Einu mínum uppáhaldsmyndum sem ég sá í fyrra. Já, mjög góð. Virkilega góð. Og hann var að landa núna ansi stóru hlutverki sem að nokkrar stórstjörnur voru á eftir. Hann er frá að leika Lance Armstrong í bíómyndinu Lance Armstrong. Já. Það getur verið góð mynd. Já, ég held að það er allavega nægur efni viður hana. Já, bara hellingur. Þvílíkur íþróttamæður og svo skeitan. Já, fóð frá að vera bara frá hero to zero. Já. Á einni viku. Bara, já, þú ekkert smálaði,
En ekki ekki það, ég ætla ekki að fara að verja Lance Armstrong í þessum þætti, en ekki allir þessir hjólalúðar á einhverju ólöglugu eða? Já, Er það ekki bara því að komstu upp hann eða? Ég hlakka til þegar hjólalúðurinn fara að hringa í því, sko. Þú veist, þá ég að tala þetta náttúrulega frábæri íþróttamenn. Já, algjörlega, Það verður að gefa þetta ekkert eðlilega erfitt. Þetta virðist þér aðeins svo algengt, ekki hvort sem hjólreiðar er annars, þetta er bara út allt. Já, reyndar, það er orðið algjör viðbjóður. Já. En þessi mynd hins vegar getur orðið helviti góð. Já, og sko náttúrulega svo líka pæling sem að mér finnst ansi skemmtileg, en það hefur ekkert verið rætt það. Besti vinnur Lance Armstrong er frægur leikari og nú er verið að tjekka hvort að hann sé tilbúin að leika sjálfan sig í myndinni. Og hver er það? Það er Matthew McConaughey. Já. Það getur orðið áhugavert. Það getur orðið vel áhugavert. Bradley Cooper að leika Lance Armstrong og Matthew McConaughey að leika sjálfan sig. Leika sjálfan sig besta vinnin. Já. Það er verið hressandi umræði hjá félagunum. Þetta dattið allt saman inn þetta mál. Já, þú veist, ég hef oft spáð í eins og með þetta þegar þetta kemur upp. Hvað segir besti vinniðin? Stringir hann í þig bara hvaða vissinn maður. Já, þú skeist pínu sko. Þetta er ekki þannig. Það er einn að hugræfust með svona bara global upp á bak. Já. Og allir vita það bara, veist. Já, ég veist, hann var ekkert á austur og meg í sig. Nei, það var ekki þannig sko. Þetta er út allt. Hann sofnaði ekki í sófanum. Hefur þið tekið það? Nei. Hefur þið sofnað í sófanum? Nei. Er eitthvað vandræðilega en að vera dauður á djaminu? Það er vond. Sérstaklega ef maður er orðinn 60 eins og við. Já, það er vond sko. Ef einhver labbar fram hjá og þú ert bara dauður í sófanum. Er þetta ekki blöðmaðurinn? Er það sofan? Hvað er bara búinn að þeim? Það er viðbjóður. Geðveikt þreyttur. Svo er það Idol. Ég hef alltaf verið mikill American Idol lúði. Horfa alltaf á þetta. Sama hér. Nú er að tala að Jennifer Lopez ætla að mæta aftur í dómnefndina. Já, ok. Hún var ekki í fyrra og hún og Steven Tyler hættu á sama tíma, en hún er tilbúin að koma aftur fyrir 13. sísón af Idolinu. Hver er í dómnefndinu nú? Ekki Jackson að hætta? Já, það er allir hætti nema Keith Urban. Ok. Þannig að hann var allir næði? Já, hann var bara fít sko. Þannig að þá var þetta núna Keith Urban, Jennifer Lopez og svo þarf að finna einn í viðbót held ég. Já, ok. Var hún ekki ágætt enna líka? Ég er svona kunnarlega vel við hann. Hún var einhvern veginn þægileg og... Já, einhvern veginn aðeins beittar en ég held. Ég held að hún er meira svona Guri Tjúsjósis og Abdul sko. Já, hún var svona aðeins lét liðið heyra og svo má hún eiga það. Hún verður ekkert ófríðari með árunum. Nei, maður lifandi. Já. Verður talandi það. Bara smá útisúningur. Ég fór að sjá We're the Millers. Já, geðveik grímynd maður. Já, ríkala skemmtileg. Jennifer Aniston. Já. Ég var hress sko. Já, ég bara... Hún var bara, byrjar hún ekki 40 og hvað? 34 eða eitthvað? Já, lítur vel út. Já, bara í toppformi sko. Bara valsatnum á brókinni. Það er eitthvað í vatninu að núti. Það er eitthvað í vatninu. Já, en sko, We're the Millers, ég mæli með henni. Það er eitt atriði þarna sem að það er orðið mjög langt sen ég hló jafn mikið í bíó einn atrið og það lendi ég í því að ég hló svo mikið það var orðið óþægilegt, ég náði ekki að hætta og atriðið löngu búið. Það er þannig þarna með systir sinni og mömmu sinni og það er að kenna honum að kissa. Ég held ég ekki eldri. Það eru margar senur sem mynd, ég er mjög gaman að henni sko. Já, ég líka, mæli með henni. Heldur betur. Svo er það loka slúðrið. Það er endar af fjölskyldu sem ég er að reyna að hætta fjallum hérna í þessu þætti því ég er gjörsanlega komið upp í KKM. Já, ofan í KKM. Þetta eru Kardashian systurnar en nýjast af þeim er að Khloe Kardashian sé búin að henda Lamar Odom út. Já. Hann á vist að hafa verið að halda fram hjá henni og þessi, ég er ekki fyrrum körfuboltamaður, ég veit ekki hvort hann sé með eitthvað lið núna. Hann var komin í Clippers en ég held að þeir séu búin að losa sig við hann. Okay. Hann býr á hóteli núna og menn vita ekki hvort þetta sé búið eða ekki. En þessi Kardashian fjölskylda, þetta er drast sko. Já, veist, þetta er svona... að segja sko. Já. Þetta er bara virðist vera allt ónýtt til höfuðsins sko. Í alvöru sko. Já, þetta er svona, ég meina þau eru ríka á þessu. Já, ég veit það, sem maður tekur ofan fyrir það, ok. Já, ég meina þau eru stúðlega. Business er bara svona bara miljardar sko, fyrirtæki úr þessu sko. En svo er nefnilega sko, málið með þetta og þetta, ég sá viðtal við hana Sharon Osbourne akkurat þetta mál sem er alveg svolítið til í, eins og þú segir að þú ert nú ekki mikill aðdáandi Kardashian fjölskyldunar. Nei, minna. Það er eins og þau lendi, þau voru bara orðin sko fjölskylda Bandaríkjanna, Osbourne fjölskyldan. Allir bara elskuðu þau og þetta voru vinsælustu þættin í Bandaríkjunum. En svo finnst henni, svo þegar þátturinn hættir þá finnst fólk ennþá bara eins og þau megi valsa bara heima og hún segir bara að þau gætu sálu sinni kent. Já, þau vildu vera í þessu. Já, það er alveg sem með Kardashian fjölskylduna, þau eru búin að leifa allt þarna. Já, svo bara allt í nú þegar þau henta þeim, nei, ekki lengur, bara glætan. Já. Bara þjóðareign. Þetta er vesen. Sem er stuð fyrir okkur hér í slúrunum. Já, þetta er endur alveg ótrúlegt hvað fólk verðist hafa mikinn áhuga á þessari fjölskyldum. Já, mér er alveg saman. Já, mér líka. Kostum að það er ekkert að fara eyðileggja fyrir mig daginn þó Lamar Odom og Khloe Kardashian séu hætt saman sko. Nei, mér bara, og hvað sko. Þetta var slúðupakki dagsins, fáum hér auglýsingar og höldum svo áfram.
FM 957 og OK-búðin kynna Back to School Instagram-leikur OK-búðarinnar. Sendu inn mynd á Instagram af þér við að æfa einbeitinguna, sama hvernig þú gerir það. Merktu myndina með tagginu OK-búðin og hashtaggaðu einbeiting á Instagram og þú ert komin í pottinn. Leikurinn fer fram frá 12. ágúst til 7. september. Verðlaunin eru ekki af verri endanum. 2 heppnir þáttakendur verða dregnir út á handahófi og vinna glæsilegar fartölur frá OK-búðinni. Önnur fartölan verður dregin út kringum 20. ágúst og hinn þegar leiknum lýkur þann 7. september. FM 957 og OK-búðin fara Back to School með fulla einbeitingu. Taktu, bardagísinn á 150 krónur í allt sumar. Viltu kaupa skólavörurnar í nótt? Ekkert mál því auðvitað opið allan sólarhringinn. A4 skeifunni. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Nú boltinn hjá þér, Lengjan. Taktu þátt í leiknum. Ef þú ert með bláa kortið, færðu 30% afslátt af sérvöldum yngt heyrnartólum í verslunum Epli. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækirðu það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Það borgar sig. Arion banki. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. FM. Topp tónlistarstöðin. Flotti tónar hér á ferð hljómsveitin Kaleo og lagið Vor í Vaglaskógi, en við erum konum með góðan gest hingað í FM 95 Blö. Það kóngurinn sjálfur, Holy B. Helgi Björns, vertu velkominn. Ég ekki allir sexy. Það heyri ég ekkert í mig. Heyrðu ekki þér? Maður sjá. Það skiptir einhver. Nei, maður sjá, ég heyri. Það lóa hlustendur. Hann lóa hlustendur heyri. Já, hlustendur heyri þér. Já. Hvort viltu vera kallaður King Helgi Björns eða Holy B? Holy B. Holy B. Holy B. Þá höfum við það bara Holy B. Hvernig ertu? Ég mjög góður. Já. Ertu ekki alltaf feskur? Jú, helviti góður. Ég reyndar tók með mér alltaf mikinn bjór heim, hann frá Berlín. Já. Og ertu búin að vera að liggja í honum þá? Nei, þar Já, þar. Ertu komið með smá belg? Já, þá tókstu það, já, skil, já. Þá tókstu hann ekki með heim? Ég tók aðeins svo mikið með hann með. Carrying some holiday weight. Ég gæti ekki pissa þessu öllu. Nei, þetta var að taka eitthvað þessu heim. En hvað hérna, já, varstu á þessu hestadæmi? Já, heimsmeistaramót íslenska hestsins í Berlín. Það var sýnt bara alla daga á Stöð 2 Sport. Já, þetta var. Er þetta svona skemmtilegt eða? Já, þetta mjög skemmtilegt. Mikill hestamaður. Já, en ég meina þetta náttúrulega bara eins og hvað annað sport, skilur. Þú þarf að vera komin aðeins inn í það náttúrulega til þess að njóta þess til fullnustu. Já. Það svona gólfi, skilur. Ef þú ert ekkert inn í gólfi, þá nennir ekkert Nei, þá finnst þér bara dreiflegast. Slá einhverju kúlu, skilur. Já, en bara, ertu byrjað að þekka alla hestana það? Ef einhver hestur ertu að fara að fylgja spenntu með þessum að þetta er svo góður hestur? Já, eða svona fljótt, nei. Svona selepestan einhver eru það? Já, náttúrulega þeir sem eru í keppnum að byrja fljótlega að þekkja og veit hvað hestar þetta og eitthvað svona. Já. En nei, ekki fyrir, ég er ekki alveg komin onni í stóðastablaði bara Góður til undaneldis. Nei, jú, auðvitað þekkja maður eitthvað að hestum. Já. Áttu eitthvað mikið að sjálfur? Já. Mikið að hestum? Hvað áttu marga? Ég á núna, 7. 7 hesta? Og er hægt að gera upp á milli eða? Einn að fylgfulla mér. Ég var að fækka nefnilega. Ég þarf að fæta þessu mig, Ok. En hvað er annars að frétta, Helga? Nú er það bara næstu verkefni. Sumafríð búið. Það er ekkert að leika sér lengur í bili allavega. Ekki að leika sér lengur á hest í Berlín? Nei. Og hestaferðir og svo fyrir gönguferð og hotstrandir. Það var litið gaman, Já. Og svona yfirslegt. Ég kláraði alltaf myndina í vor, París Norðursins. Já. Það var alveg rosalega gaman. Svo á að fara að frumsýna aðra mynd núna í ágúst sem að ég leik í fyrra, Ross í Oss. Já, ég sá með trailer á hennum daginn. Ben Ellings. Mel Gibson neitaði að leika út á dýraklámi. Hann sagði að þetta veri bara eitthvað pornó. Já. Rossa pornó. Já, Helga Björns alveg sama, hann bara hjóliði. Já. En það er núna í næstu viku og síðan er ég að koma með þessa plötu sem ég tók upp í Berlín í vor, í apríl. Hvernig platið það? Með þýsku bigbandi, mjög flott svona 40s, 50s bigband, svona swingband. Okay. Heitir The Capital Dance Orchestra, þessi hljómsveit. Og hún er mjög dáð í Þýskalandi og Austurríki og Sviss, þetta er svona þeirra svæði.
Ertu að syngja á ensku þá? Nei, ég er nú bara Helgi syngur Hauk. Ok. Hauk Mortens, Hauk, sko. Ég held hérna tónleika í svona fyrir 2 árum eða 2-3 árum í salnum, sko, svona Hauks Mortens tribute tónleika. Já. Bara svona ganni, það er svo gaman að búin að vera að syngja 1-2 lög, Haukslög á sem reiðmannaplötum og hefur verið mjög gaman að fást við þetta og tekist vel og þannig að ég skellti mér í það. Það tókst svona líka rosalega vel og hérna seldum 7-8 tónleika og bara rosa góður rómur að þessu gerður. Þannig að þegar ég rekst síðan ná eitt félagi minn hérna úr bandinu, svona forkólinn í hljómsveitinni því að það stóð til að standa til lengi að gera plötu með þessari hljómsveit, sko. Þeir eru með svona seríu sem heitir Stars on Swing og þeir hafa gert fullt af þeir hafa gert plötur með svona ýmsum frægum listamönnum í Þýskalandi, sko. Þar á meðan Nínu Hagen, kannski sönguna sem við þekkjum hérna heima, en svo þetta náttúrulega þýsknöfn sem að kannski ekkert svo kannast ekki við, nei. Og svo Helgi Björns. Og svo Helgi Björns, sko. Óli B. og hérna Og hvaða Haukslög ertu að taka? Já, þetta náttúrulega bara að nóg til klassikararnir, sko. Já. Það eru hérna til dæmis Brúniljósin brúnu og Fregg og Tár, Frostrósir, Til eru fræ og svo það þessar eru Stína og Stína og Ég er farmaður hérna. Ok. Og Suður höfi, Borg mín borg. Helgi syngur Hauk, þetta hljóma vel. Helgi syngur Hauk. Hvernig gekk þetta út? Með hérna ógeðslega flottu, þetta band er þetta alveg geðveikt, sko. Já. Þannig að við smeltum okkur í þessa plötu, sko, tókum hann upp í Berlín í vor. Hún kemur út núna mánaðamótin, sko, september, október. Og einhverjir útgáðutónleikar og eitthvað svona? Já, í framhaldi af því ætla ég að flytja hljómsveitina til Íslands. Ok. Og halda tónleika í Eldborg í Hörpu 11. október, föstudaginn 11. október. Og kíkjum hérna til mín áður en það er? Já, vonandi. Já. Það er alltaf gaman að koma til þín. Alltaf gaman að fá þeim. Og við ætlum að byrja að selja miða núna á 50-daginn. Miðasala hefst, sem sagt, á harpa.is og miði.is. Ég líka ána með metnaðin í Holy Bee, sko. Það er bara 15 manna bandið eitthvað flogið frá Berlín til að spila tónleikum. Það er að koma með restina af bjórnum hans. En hvað er að frétta SS Soul? Þú veist, nú er ég búin að vera svo aðdáandi þeirra svo lengi. Er það svona bara inn á milli? Náttúrulega voruð upp á Skaga daginn. Mættu að ball með það, mann? Já, við vorum í svakastuði þar, mann. Já. Og hérna, já, það er nefnilega, sko, núna erum við að leggja dröga því að fara að taka þessu upp líka, sólinn. Ok. Henda í pottin eitthvað. Já. Gaman. Já, kom með smá, comeback á næsta ári, sko. Ok. Þá er hljómsveitin, sko, 27 ára. 27 ára, maður. Við erum ekkert með svona 25 eða 30 ára afmæli. Það er 27 ára afmæli. 27 ára er sko náttúrulega, þú veist, þessi frægasti popaldur, sko. Cobain og allt þetta. Já. Það er allir, skilur við. Cobain og Hendrix og Winehouse. Við erum að fagna því að vera á lífi. Já. Hljómsveitin hér gömul og þessi tónlistarmenn á að verða. Við fóttum hljómsveit drefst, sko, næsta ári. Já. Það er ég hlaka til, þannig að það er nóg að gera hjá King Helga. Fínir menn í Tottenham með fínan sigur helgina. Tottenham unnum maður og gaman að sjá alltaf þessar nýju leikmenn maður. Stató þetta með víti. Hann var flottur. Hann líka gerði flottar stóðsendingar á Gilvallina sem hann hefði nátt að setja inn. Já, Gilva átt að skora helgina maður. Átt að skora úr þessari sendingu hann sem hann fekk. Hann átt að raða inn í þetta. Hver er uppáhaldsleikmaðurinn í Tottenham? Í Tottenham? Já. Já, það maður á eftir að kynnast þessu nýju mönnum, sko. Já, erfitt að segja Bale ef hann skildi vera að fara. Já, þú veist, akkurat. En hann er ágættur. Sko, en Polino er náttúrulega alveg frábær leikmaður. Já. Og það sýndi sér þarna, sko. Valið maður leiksins. Já, valið maður leiksins. Og ég var einmitt svona fyrst, sko, maður sást ekkit rosalega mikið. En statistíkin segir það að hann hafi gefið flestar sendingarnar. Já, hann er svona nettur karrik, held ég. Svona vannmetinn. Hann leynir á sér, hann er alltaf að vinna, sko. En hvað er Helgi í íslenska boltanum? Við verðum byggameistarar. Þetta er framar. Ég ætla á sköllum framurinn til Ammiki. Stenglindi hér í byrjun þáttar. Frábært geðveikt, maður. Varst á Laugardalsvelli? Nei, því miður. Ég var akkurat í flugvélni þegar þetta fór fram, sko. Þannig að ég misti nú af þessu, sko. Hörkuleikur. Þetta var bara með betri byggarleiki sem maður séð, sko. Já, það var líka allt í þessu. Það var bara dramatík og fullt af mörkum og ríkalega gaman, sko. Já, og það er bara rosalega flott að fá titil loksins eftir svona langa tíma. Ég er líka ánægð með framann, sko, koma, jafna 0-2 undir, jafna 3-2 og svo bara klára þetta, sko. Já, það var náttúrulega algjör snill, sko. Gáðast aldrei upp. Við erum að gefa þeim það. Þannig að miðasalan á 50-daginn. Miðasalan á 50-daginn hefst. Helgi syngur Hauk, 11. október. Já. Capital Dance Orchestra. Fíla það. Ég ætla að tjekka á þessum miðum og ég... Flotta gesti líka, sko. Sigga Toll, Bókumil Font, Bjöggi Haldós. Já, þetta er bara, þetta er veistla. Jörgvin Haldós og Holy Bee á sviðinu saman.
Hvet alla til að tjekka á því. Við komum nú betur inn á þetta þegar nær dregur. Þá kemur nú kannski einnig spjall. Alltaf gaman að fá þig, Hóli. Sól hér með Vertu þú sjálfur. Farið á Ófá sveitaböllin með þessari hljómsveit. Það aðeins búið að syngja með. Virkilega gaman að fá Helga hérna áðan. Alltaf nóg að gera í honum. Já. Það eru fáir svalar en Hóli B. Maður verður að gefa honum það. Það bara þannig. Þetta eitraðu töffari. En það styttist hér í sturglaðar staðreyndir og fleira. En ég ætla að ræða hans við hérna, Jónsi. Já. Ég að sjá, það á Vísi, fótbolti.net 433. Það allir að ræða hérna með hann Siggaraka. Nú hann hættur sem landsliðsþjálfari. Já. Hjá kvennalandsliðinu. Voru einhverju dömu brjálæðir eða? Já, það voru einhverjir fjórir reynsluboltar sem að sendu, já, hann fekk einhvern post frá einhverju leikmanni sem vildi hann ekki áfram. Já. Stendur hérna. Og það voru einhverjir, eins og ég segi, fjórir reynsluboltar sem átti að hafa sendt honum það að þær vildi ekki, hann var ennþá að þjálfa. Já, voru að gagnrýna eitthvað sko. Mér finnst þetta voðalega steikt allt saman eitthvað. Og 4 leikmenn skrifandi verið, byrjuðu ekki bara að ná brjálum árangri, búin að þjálfa þetta í 7 ár. Já, náttúrulega besti árangur sem að bara Ísland hefur náði á síðasta stórmóti. Og líka virkilega gaman bara að fylgjast með stelpunum sko. Já. En það sem hérna, en er þetta eitthvað svona sem að ég vissi ekki af, ef það Rikki G að fara að bekkja mig hjá Létti og ég þá bara senda honum bréf eða? Já. Ég verði til að lesa það bréf. Ég hef skrifað 1 bréf en ég sendi Já, ég veist. Ég er ekki bara að senda Rikki G ástarbréf. Nei, hvað minn aðmáttur. Það bréf er gott. Ég verði til að lesa bréf þess að þú ert að tapa í því að vera bekkjar Rikki G í 4. deild. Það er ekki að fara að gerast, en þetta er allt voðalega steikt eitthvað. Ég sko skrítið, hann búin að þjálfa í 7 ár, búin að ótrúlegum árangri. Og svo allt í nú Pítur einhverja frústrera núna, ég næði ekki sko. Nei. Ekki það, bara gott að hann fari í eitthvað annað og allt í lagi, en sáttu við það. Já, og bara vonandi endar þetta allt saman vel bara. Ég sko, Ísland er ekki bara að vera sáttar eða eitthvað sko. Jó, allavega, það er einhver kerkið þarna. Eitthvað. Förum ekki meira út í það, við ætlum að fara hér í örstuð kilabóð, svo það sturglaðar staðreyndir og já, svo ég að fara að leyfa ykkur að heyra bæði tölvupóst sem að við fengum sendan frá One Direction aðdáðanda. Já, sem var hress, af því að hún fekk ekki miða á, vildi minna að vera allt og létta spurningar hérna á FM. Hún Garðar Gunnlaugs þetta. Já, og svo erum við líka með Píu sem að vann 2 miða fyrir í dag. Hún vann 2 miða á sýninguna, One Direction sýninguna. Og mölvaðist. Og fór að hágráta. Spilum það hér eftir öðskamastund, auglýsingar fyrst. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Komdu með skiptibækurnar í dag. A4. Ert þú búinn að kaupa bláa naglan? Styrtu verðugt verkefni og legðu þitt að mörkum. Bláinaglin.is. Ertu búinn að nýta þér afmælistilboð Dominos? Allar stórar pizzur á matseðli á 1390 krónur ef þú sækir. Og nú skattu taka eftir. Í dag fá 20 hefni viðskiptavinir glæsilega gjöf frá okkur. Ástkort í Laugarársbíó. Hlátur, grátur, sprengir, rómantík og spenna í heilt ár. Já, pantaði með appi á netinu eða í síma 58123445. Dominos. Sýndu okkur hversu einbeittur þú ert. Taktu þátt í skólaleik OK-búðarinnar á Facebook og Instagram. Við finnum réttu tölvuna fyrir þig. OK-búðin Höfðabakka 9. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. 95 Blö. Já, þetta er mjög vinsælt á þessari stöð. Já, bara alls þar. Þetta er mjög skemmtilegt. Já, samt ég er ekki enn komið leið og ég voni ég fái það ekki, því að þetta er búið miklu uppáldið með þetta lag. Já. Ég þúli ekki þegar ég elska eitthvað lag á Finnsson ég er að fá leið það. Eins og gerðið með bæði hérna Blurred og Get Lucky. Ég það var bara að spila allstað. Öllum sjónvarpsþáttum, öllum trailerum, öllum útastáttum, Ég get ekki hlustað á þau lög lengur. Nei, ég get ekki Get Lucky sko. Nei. En það er hins vegar komið að sturgluðum staðreyndum hér í FM 95 Blö og það er eitthvað sem ég get hlustað á. Og það eru frábærar. Já, eins og alltaf. Já, það eru mjög góður í dag. Já. Alltaf frábært, takk fyrir það. Við sitjum hér ég og Jón Gunnar, hann er ennþá í Barcelona, hann Björn Bragi og já, ég held að hann verið mættur næsta mánudag. Við verðum með ykkur hérna til 6 í dag, strákarnir og já, ertu tilbúin, Jósi? Ég er klár. Ná, byrjum við. Þú getur hreinsað rispur af geisladiskum með hnetusmjöri. Eina ástæðan fyrir tókista staðrind er svo að mér finnst eitthvað að fyndið að það er enginn að fara að nýta sér þetta í dag. Það er enginn að fara þetta. Er einhver að kaupa sér geisladiska núna? Hvernig gengur geisladiska sala, veistu það? Ég held að hún gangi ágætlega svona þetta íslenska efni. Já, ok. Þú veist, fólk grípa sér í bílinn og sumafrí og svona og jólinn og eitthvað sko. Já. En náttúrulega, veist, ég man ekki hvernig ég keypti mér disk. Ég keypti mér svo oft diska, sko. Já, sama hér, sko. Já, en ég hef ekki keypt mér geisladisk, held ég bara síðan að Coldplay gaf hann út á sinn tíma. Ég er bara ástfanginn á Spotify. Já,
Já, tónlist.is. Já, tónlist.is bara, veist, bara æðislega, ég fíla svona vefi, bara allt aðgengilegt, öll músík. Já, mjög þægilegt. Imbaproof, veist, veslar eitthvað lög og annað og bara, veist, downloada bara í síman út að hlaupa, þetta er bara dásanlegt, sko. Já, og þarf það ekki að fara með hnétusmjör og reyna að taka rispurnar af. Þú ert minna að smyrja tölvuskjáin. En hvernig En þessi staðreynd er svolítið merkileg. Já. Af hverju hnétusmjör? Ég veit ekki. Hver var að prófa það líka til að byrja með? Já, bara hörðu, þetta virkar. En hvernig var þegar þú varst að taka bílprófi, hvernig varst að taka rispurnar af plötunum? Alveg beðið eftir þessu. Hvernig fóru það með það? Það var ekkert hnétusmjör þá, þá var ekki komna stjórlega staðreyndir. Það var engin sköllóttur. Það var engin sköllóttur útvarpsmaður að segja hvernig það er að þrífa plötuna. Nei, það var því miður ekki þá. Svo ég ekki það, ég man alveg vel eftir plötum, sko. Ég ætti thriller og badplötuna, mann. Ég er farin að standa þessu aftur. Já, þetta er eitthvað voða tapur núna, eiga svona. Ég keypti mig bara... Eiga plötuspilara. Já, ég kom með plötuspilara og bara fullt af plötum á stuðu, sko. Já. Svo er hérna næsta. Það eru Kattar kaffihús í Kóreu. Hæ? Þú vilt að káum að það? Það eru Kattar kaffihús í Kóreu. Kattar kaffihús í Kóreu. Það sem þú getur kettið það? Nei, það sem þú ferð með köttin á kaffihús og kettir að mingla og þú ert að drekka kaffi. Þetta hljóma bara eins og pissufíla all over it. Langar að fara að fá þig kaffi. Þetta er bara svo sketch á steindi eitthvað. Steikt. Langar að fara að fá þig kaffi að vinna einhverjum köttum. Nei. Og af hverju eftir að fara með köttin og kaffihús? Hvað er að gerast hérna? Herrastu minn, ég er farin. Hvert að fara? Ég og Brandur erum ætlum að kíkja hérna á kaffihúsi. Ég svo fór bara fyrir mér, þetta væri Kattar kaffihús og væri bara farað að fá þér bara flamberaðan kött, sko. Já, það er náttúrulega í Kína spísið til hunda og kettið ekki. Já, bara allt saman. Já, þetta er þetta Kórea. Ég heyrði með setningu í myndum helgina að allt, eina sem að Kínverjar borða ekki með fætur eru stólar. Það er þetta gott, já. En þá vitið það, ef það er ykkur svona cat lovers að núti, að þið getur farið með köttin ykkar á kaffihúsi í Kóreu, virkilega gaman. Og örugglega geðveikt spennandi og góð lyktar inni. Virkilega, já, góð lykt einmitt. Já, ég hugsa bara hlandlykt þegar ég heyri svona. Skelfilegt, sko. Fyrir að fá sér sviss mokka bara með köttin mýgandi. Það eru svo næsta, fólk getur overdósað af súkkulaði og dáið. Og dáið? Já, þannig að það er þetta overdósa á súkkulaði eins og bara eitilögum og öðru. Það er einhverju súkkulaðfíklar að núti ekki hressir að heyra þetta. Nei, Maja systir fær örugglega í maga núna. Hún hatar ekkert súkkulaði. Og ánægð með þessa setningu. Já, og nú drepur hún mig, sko. Takk fyrir. Nei, ég elska súkkulaði. Hún og frændi Árni Ragnar vinur mig, þau eru svona nammi fíklar. Já, digital curse. Já, hann hatar ekki gott nammi. Já. En hversu mikið þarf það að éta súkkulaði til að overdósa? Þetta lítur að vera bara eitthvað baðkar. Já, og hversu sorglegt er það líka út bara, hvað kom fyrir auðvitað? Já. Hann borðaði ómikið af súkkulaði. Þetta er rosalega sorglegt, sko. Hann er dáinn. En bara hversu mikið langar í súkkulaði þannig að éta þetta til dauða? Þú hlýtur líka að fá í magan svona rétt ára út. Ekki með að löngu áður, örugglega. Bara svona, viltu ekki hætta bara núna? Ég væri til að forðast það. Hversu mikið þarf að borða? Já, það er góða punkti. Ég vil þekka því. Þetta er resandi. Svo er það Simon Cowell, vinnur okkar. Hann var handtekinn þegar hann var 12 ára fyrir að ræna rútu með plastbissu. Sturlu staðreynd. Já. Hann hefur verið svona viltur úlingur. Byrjaði snemmi í stöðinu, Simon vinnur okkar. Já, 12 ára gamall að stela rútu. Með plastbissu? Já, ég var nefndar, ég er svona aðeins svona róast 12 ára, nei, samt 12 ára, ég var snaruglaður það. Þannig að róast 12 ára, betur hvernig varstu 9, 10, 11? Snaruglaður, sko. Í alvöru? Já. Já? Ég var ömurlegur krakki, sko. Ok. En svona, ég launaði mútið að ég var skári úlingur, ég var mjög fínn úlingur, ekkert vesena með þá. Ok. Og svo ringir hérna reglulega núna og tröflar hana og reynir að koma að date og eitthvað. Já, mamma er góða vinn, duglega fyrir bíó og svona. Já. Svo er það hérna, næsta, í Japan raka mig á, þetta var mjög skemmtilegt. Í Japan raka menn sér sköllótta til að biðjast afsökunar á einhverju sem þeir gerðu þeir. Vá, fyrir hvað þú þá að biðjast afsökunar, þú er búin að sköllóttir heilengi. Já, þetta er bara my childhood, ég er ennþá að biðjast afsökunar, bara... Fyrirgeðu! En þetta er mjög steikt, kannski búin að gera eitthvað bara fyrirgeðu, ég skal raka með sköllóttan. Já, af hverju er það afsökunar? Já, ok. Já, en allavega, þetta er í Japan. Já. Svo er hérna Jim Carrey, ég elska að lesa svona hérna þegar frægi leikarar hafa hafnað hlutverkum, hvað er að tala um? Já, ég er mjög gaman að það. Bara svona þessi átt að leika þetta og... Já, Will Smith hafnaði Django og... Já, Will Smith hafnaði Django og Jamie Foxx tóka. Han Solo og bara, hvað margir höfnuði því, sko? Já, hver var áttur að vera eitthvað frægu leikari sem hafnaði Han Solo? Það var eitthvað hellingur mannir. Já, en allavega Jim Carrey, hann hafnaði Jack Sparrow og Johnny Depp tók að sér hlutverkið. Frábær hugmynd, Jack Carrey. Það voru einhverja miljónir þar, maður. Já, hann er aðeins búinn að fá borgaðan Johnny Depp, sko. Já, hann er búinn að vera, þetta er eina hlutir sem búinn að leika núna, því hann var bara Jack Sparrow með Indiánafjaðrir í Lone Ranger, sko. Já, og svo með þess að enn einn myndin að koma, Jack Sparrow myndin, síðasta held ég. Hann er búinn að leika í einni viðbútt, sko.
Já, mér finnst fyrsta frábær, svo þyntist þetta. Já, ég hef þetta ekki komið gott af þessu. Þetta búið að þynnast svakalega, sko. Já, þetta er ekki gott, sko. En já, Jim Carrey hann hefur verið skemmtilegur í þessu, sko. Já, ég hlakka að sjá hann í Kick-Ass. Já, hann þarf eitthvað gott hlutverk núna einhvern veginn. Mér langar að sjá góða gamanmynd með hann. Já, ég held að líka ég held að sé góður sem Captain Stars and Stripes í Kick-Ass 2. Já, reyndar. En hann þarf að fara að koma með eitthvað alveg, sko. Já, svo er já, þessi er skemmtileg og þetta er eitthvað fyrir eitthvað til að prófa ef þið er á rauðu ljósi eða eitthvað. Þú getur ekki kynnt án þess að tungan í þess snerti efri góminn. Prófa þetta, taktu bara munnvatn og reynda að kíkja þig. Það er rétt. Tungaði verður alltaf snerti efri góminn. Já, ég veit það. Ég er með vatn, ég reyndi þetta á hann, bara slefa það með allan. Sjö, gægt. Verður það sem já, það er líka fallegt að horfa á þetta. Skemmtilegt útastandi. Getur ekki kynnt án þess að tungaði snerti efri góminn og já, maður hefði aldrei hugsað út í þetta. Nei. Þar til að ég kom með þetta í styrlunum staðrendum. Það er bara, svona lærir maður eitthvað nýtt okkur einasta degi hjá þér. Segðu. Það eru 2 eftir og þessi hérna er líka mögnum. Það var búið að handtaka Mike Tyson 38 sinnum fyrir 13 ára afmælið hans. 38 sinnum? Já, hann var ekki orðið 13 ára. Hann var ívið verri krakki en þú. Já, skrítið líka, hann er náttúrulega snar vitlaus. Hefur þið séð myndið samt á honum í fyrstu bardögunum? Bara þannig að verða geðveikur. Guðminn góður, sko, bara. Ég hefði, sama hversu góður bardagamaður ég hefði verið að boxari, þegar hann er að stíga inn í hringinn 19 ára 20, menn hafa aldrei séð aðra eins vél, segja þér. Ég sá eitthvað heimildamönd Mike Tyson og þetta var bara rugl, hann var svo snöggur og höggtungur. Líka átjáðum á ólympíuleikunum eitthvað og bara tók eitthvað gaur og bara pakka hann, bara hvernig sekundubrotum. Myndur nenn að mæti þessu? Nei. Hann myndi drepa okkur. Bara villimaður. Þannig að 38 handtökur fyrir 13 ára og svo bara, þú veist, alltaf útskýri marg, sko, alltaf bara. Já, svo tók hann Costamato þarna að sér og róaði hann nú. Já. Lét hann svona nýta reiðina í þetta boxið, sko. Þetta snar vitlis í hringnum. Já, en svo náttúrulega deyr hann og hann hérna King, viðbjöður, Don King, tekur við og tekur og bara eyðileggur hann eðla, greiði kallinn, sko. Rest is history, sko. Já, svo hérna sá ég líka viðtalið hann ástæðan frá Bate Holyfield. Já. Og bara því hann vissi að hann var að tapa og vissi ekki hvernig hann átti að haga sér, hann svona nettur blöði. Bara þegar ég er í bortennis eða eitthvað. Tók bara eitthvað kast þegar í bortennis. Já, bara beita honum meira. Svo er það síðasta stjórnlastaðarinn dagsins. Konur gráta 40-60 sinnum á ári að meðaltali, en karlmenn 6 sinnum. 40-60 sinnum? Ég ætlaði að mynda að ræða það, er það ekki svolítið mikið? Er það ekki bara rugglega? Hvaða konur voru það í þessari könnun? Já, og ekki það, ég heldur að grætið þú 6 sinnum á ári, Jónsson? Hvernig fórstu síðast að gráta? Ég bara maður það ekki, sko. Nei. 6 sinnum á ári, er það á mikið líka? Annað hvern mánuð? Annað hvern mánuð. Ég hef ekki grátið þennan mánuðin og ekki síðast heldur. Nei, ekki heldur. Jú, reyndi, Greta gleðið þér í svo pörsi í sitt annar markið þarna á sunnudaginn. Já. En ekkert annars. Á laugardaginn, já. Já, á laugardaginn. Þetta voru sturla staðreyndir dagsins og þær voru bara nokkuð fínar. Hér eftir smástund ætla ég að spila fyrir ykkur unga stúlku sem að vann miða á One Direction fyrir í dag og ég gerir sér lítið fyrir að fóra að gráta. En fyrst er það lag sem ég er búinn að vera að spila alla síðustu viku. Það er ekki komið í spilun á FM og ég er brjálaður yfir því, en ég spilaði alltaf í mínu þætti. Það er Kings of Leon og lagið heitir Wait For Me og mér finnst það svo hrikalega flott. Geggja lag og geggjuð hljómsveit, Kings of Leon og lagið er Wait For Me hér í FM 95. Sitjum hér ég og Nonni Tattoo, verðum til 6 og styttist í flottilega keppnina. Það er líka fyrir að þetta er netmisnótkunin, barnalandið og fleira. Já, ég er að leita. Hvort ef þú ætti að velja, Jónsi, mátt velja núna, hvaða nafn finnst þið best að þessu? Nonni Tattoo, Nonni Plug, Lemon Boy eða Herra Ísland? Ef ég yrði að velja? Já. Og þú yrðir alltaf kallaðar eitt af þessum fjórum. Hvað myndir þú velja? Ég fýtt bara með Jóngun, því að það eru vængefni, sko. Þannig að þið veist ekki eitt skár en annað með það? Herra Ísland. Herra Ísland, ok, ég skal kalla það Herra Ísland. Já, bara til að útskýra fólki, það er ekki Herra Ísland, sko, ég er ekki ólíki hér, sko, ég er alveg rólegur. Það er bara fyrirtæki sem ég heitir Ísland, það er Ísland með Öslóni, bara þannig að trúðarnir fari ekki að snúa þessu upp. Nú get ég seifað þetta og við getum spilað að þú viljið vera að kalla það Herra Ísland. En við ætlum að fara hér í stutt skilaboð, svo ætlum ég að spila hérna, bæði lesa fyrir eitthvað tölvupóst frá einu One Direction aðdáanda og spila símtal sem að maður tekið upp hér fyrr í dag og það má svona segja að One Direction aðdáendur á Íslandi er að tapa sér yfir þessari bíómynd. Já, Hvaða mynd er þetta nákvæmlega? Þetta er sérst bara myndum ævi þeirra eða ekki? Og bara ekkert ævi. En þetta er einhver heimsfrumsýning eða eitthvað? Já, hún sérst sýnd á morgun á sama tíma í nokkru löndum. Já. Og morgun er sérst bein útsetting frá held ég frumsýningun í London, þar sem þeir eru að mæta og annað. Þetta er svona
gaman fyrir aðdóndur að sjá þá. Já. Og svo bara myndin rúlað í gegn. Já. Og þetta var myndin bara það hvernig þetta One Direction var til, sko, sem alltaf bara mjög forvænilegt að þetta alltaf... Já, ég meina, þú veist, ég engin gríðalegu Justin Bieber aðdáandi, en mér fannst hún ágætt myndin að Never Say Never. Já. Það var svona áhugavert að sjá. Það með þetta, þetta eru strákar sem að koma allir sem einstaklingar í X-Factor og verða, þú veist, og bara ráðlátt að, hei, strákar búið til band og þeir eru búin að selja 20 miljónir platna eitthvað. Já, verða superstjörnur. Það verða superstjörnur, sko. Þannig að hérna, en þú veist, ég alveg rólegur yfir þessu, sko. Já, ertu aðdáandi sjálfur? Nei, Ætlarðu á myndina á morgun? Nei, dóttir mín 9 ára að fara, hann finnst það skemmtileg, sko. Ok. Ég alveg silkislakur. Menningafjör FM 957. Vilt þú eiga möguleika á að vinna stórglæsilega vinninga á menningadaginn? Farðu í ein af 3 verslunum rúmfattalæsins á höfuðborgarsvæðinu og nældu þér í FM 957 blöðurum og vertu með hana með þér í miðbænum á milli 13 og 16 á laugardaginn. Við munum leita upp í digga hlustendur FM 957 og gefa fullt af frábærum vinningum. Þú gætir unnið LG snjallsíma frá lgsímar.is, Kólátt heyrnartól frá Vodafone, gjafabréf frá rúmfattalægarnum, pizzuveislu frá Gömlu smiðjunni Lækjargötu, gjafabréf frá Sporthúsinu Kópavogi, gjafabréf frá Hópkaup og þar að auki fá allir vinningshafar 2 miða á myndina Kikkas 2 frá Laugarársbíó. Vertu með okkur í Menningafjöri FM 957 næsta laugardag. Eitt besti ferðafélaginn, segja margir. iPad. Epli.is. Element og Corona kynna. Klúbbakvöld með Superflu og Samaris í Hliðarsal Hallem á Menninganótt ásamt Ghost og Björsa Brunahanna. Hvar verður þú? Þann 24. ágúst. LG Optimus G snjallsíminn sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Þú búinn að skoða hann? Hann nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið gott. Fáðu þér fartölvu sem leikur í höndunum á þér. Öflugar Lenovo fartölvur í tölvuleikina. Lifðu, lærðu, leiktu með Lenovo. Verslanir Nýherja, Borgartúni og Kaupangi. Á hverju ári greinast að meðaltali 737 karlmenn með krabbamein. Sýndu þinn stuðning og vertu nagli. Bláinaglin.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1. Lady Gaga, Applause. Og já, ef ég var alveg hreinskilna, þá er ég ekkert að bíga á mig. Nei, minnstu ekkert geggjalega. Ég er alveg aðdáandi hennar, sko. Já, mikil, sko. Hún er snillingur. En við fyrstu hlustun. Já, þá er lagið Applause ekki að fá applause frá mér. Nei. Það er bara þannig. Sjáum hvað verður. Já, kannski venst þetta. En það er eins og að komið að því núna að fjalla eins One Direction aðdáendur á Íslandi. Og ég ætla að passa mig hvað ég segi því að ég fengið á mótið mér einu sinni. Já. Ég rakkaði niður eitthvað lager í þættinum og ég fekk bara hate mail. Já, ok. Ég þurfti að biðjast afsökunar á því í þættinum og eftir og döðs ég ennþá eftir því að hafa rakkað niður þessi hljómsveit. Þeir eru frábærir þessi strákar. En það er allt vitlaust núna hér á FM því að það er verið að gefa miða á þessa sýningu sem er á morgun. Einhver heimsfrumsýning á bíómynd sem að þessi strákar eru í. Og ég ætla bæði að lesa hérna fyrir ykkur tölvupóst sem að barst á FM Facebookina. Já. Eða svona message. Og svo ætla ég að spila fyrir ykkur eitt símtal sem að datt líka inn í dag. Svona til að leyfa ykkur að heyra svona hvað sé í gangi. Já, fólk er mjög spennt fyrir þessu. Aðdáendur One Direction eru gríðarlega spenntir fyrir þessari og kalla sig Directioners. Directioners? Já. Ok. Og hérna alveg svo aðdáendur Justin Bieber kalla sig Beliebers eða eitthvað svona. Já. Þetta er eitthvað köld. Ok. En hér er ung stúlka sem að vann ekki með það á FM. Já. Og hún er ekki sátt við hversu léttur leikurinn var og ég ætla bara að lesa þetta hérna upp og þetta er allt með stórum stöðum frá fyrsta staf. Hún kapslokkaði. Elsku Pétur Örn, þetta var sem sagt þættir manns Péturs fyrir dag. Já. Elsku Pétur Örn, gerðu það mig, hefði svo langað í þennan helvítis VIP með það, hélt kannski að það væri flóknar en þetta, legg til líka að kanni hvernig maður ber fram nöfnin og svona áður hún ferð að spyrja af hverju spyrði ekki afmæli eitthvað, þetta að vera aðdáendur nummer fucking 1, ekki einhver sem bara veit nöfn og bara mjög hneyksluð þannig. Allir vita hvað er heita, þetta er stærsta hljómsveit í heiminu núna, spurðu allavega almennilega næst. Hefði þetta verið hefði ég spurt nöfn, full nöfn, Liam James Payne, Lewis William Tomlinson, Neil James Horan,
Harry Edward Styles, Shine Jadwat Malik, svona ándjóks, afmæli, spurningamerki. Ok, Niall, 13. september 1993, Harry, 1. februar 1994, Zayn, 12. janúar 1993, Lewis, 24. desember 1991, Liam, 29. ágúst 1993. Sko, þetta er eitthvað sem að fan nummer 1 hefði átt að vita, Pétur. Takk fyrir mig. Já. Og svo róast hún hérna. Af því að svo kemur allt til undir, bara svona 3 línur neðar. En annars og þá er ekki lengur kapslokk. En annars samgleðst í Ástrósu og fyrirgeðu þetta með kaps var bara svolítið reið. Búin að róast áður hún sendir þetta, sko. Búin að bilast við Pétur. Já, en þetta Vá, maður. Hún hófa allavega að vitu hvernig eiga afmæli þessi strákar, gaman að því. Þetta er aðdáandi, allavega. Já, hún vildi fá aðeins flóknari spurningu þegar hún átt að vinna miða sem aðdáandi nummer 1 á Íslandi. Hún tekur KO á PSA. Já, hún tók PSA bara og jarðaði hann þarna. Og svo var Pétur með einhver númer og var að ringja sem sagt í hlustendur sem voru að fara að vinna miða á One Direction. Ok. Hún ætla að leyfa að heyra hérna eitt símtal og ef þú heyrir bara í byrjun, ef þú hlusti vel, kæru hlustendur, þá er hún grátandi af gleði. Tjekkum á þessu. Auður? Já. Þetta er Pétur hérna FM 957. Heppin ertu, maður? Nei. Herðu, Auður, ég þarf að tala aðeins við þig. Núna skaldu bara draga það djúpt andan. Jöp. Ég þarf aðeins að tala við þig. Já. Og ég er með málið það. Ég er með hérna 2 miða á myndina One Direction This Is Us. Í sérstaka VIP miða sem að gefa þér líka bestu sætin í húsinu og Pop og Pepsi og alla græður. Já. Er hún að sniffa sem Og ég þarf bara að fá þig til að svara einni spurningu fyrir mig. Já. Manstu hvaða ár One Direction voru í X-Factor? 2010. Og manstu í hvaða sæti þeir lentu? 3. Þetta er bara hárið hjá þér. Að sjálfsögðu. Hverjum ætlar að bjóða með þér? Bestu vinkonum minni. Já, er það ekki? Bara klart. Jú. Glæsilegt. Ég Þetta er stórkostlega. Þetta er bara krútlegt. Já, þetta er æðislegt. Þetta er líka fallegt kvenmanns nafn, Auður. Ég ætla að hlusta aftur að byrja. Þessi einlægni. Já, þetta er bara þetta. Halló. Auður. Já. Þetta er Pétur hérna FM 957. Svo með aðdándur að vera. Þetta er æðislegt. Þetta er ríkala sætt. Þeir eiga það strákanir í One Direction og þeir eiga alveg aðdándur hér á Íslandi. Ég heldur betur með. Ég var nú, sko, sem úrlingur þá náttúrulega dyrka ég Michael Jackson. Alveg gjörsanna. Já, það er aðeins komið fram. Já, en ég hefði samt ekki verið að gráta. Nei, þú er náttúrulega glerharður. Já, segðu maður. Það harður ég ætla að setja á Lana Del Rey, Summertime Sadness. Hér á FM. Lana Del Rey, já, það eru flott lög hjá henni. Já. Bæði þetta og lagið sem er í Gatsby-myndinni, hvað er það áttur? Já, hérna Great Gatsby sem er Young and Beautiful. Já, það er líka sigalega flott. Þetta er Lana Del Rey, en ég vissi það ekki, frétt daginn. Já. Hún var að deyta Axl Rose, sem segir okkur það. Hún er eitthvað tæpi í... Já. Þau eru vist eitthvað on and off. Það er eitthvað sérstakt. Já, greið, Axl, bara einn af mínum uppáls, það fór eitthvað vitlaust þar maður. Ég man ennþá, bara alltaf aftur á þessari umræðan hvað við erum gamlir, og þá sérstaklega ég. Ég man bara líka hvar ég var því ég heyrði Appetite for Destruction blöðuna, sko. Appetite for Destruction er besta plata sem gefinu hefur út. Já. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Við ætlum að, stýttist þér í flottilega keppnina og netmisnótkun annað, en það var fréttirnin á hún.is sem að vakti athygli okkar, Jónsi. Og það eru margir búin að vera að dreifa þessu líka á Facebook, þannig að fólk hefur svona verið að ræða þetta allavega í gærkvöldi og í dag. Okay. En fyrirsögnin segir að áhorf á 3D klámynd hafi gert hana ólétta. Eiginmaðurinn trúir henni. Já. Og þetta er basically þannig að eiginkonan og nýbaka móðurinn Jennifer Francis segir að áhorf á klámynd sem sýnd var í 3D hafi gert hana ólétta. Hún segir að hún hafi aldeilis orðið hissað þegar hún var ólétt og meðan að maðurinn hennar var í Afganistan. Konan er hvít en eignaði svartan dreng. Konan heldur því fram að barnið sé afalíkt aðaleikara klámyndarinnar, en hún segir að myndin sem hún horfði á í 3D hafa gert hann ólétta vegna þess að aðaleikari myndan er svartur og segir hún að hann líkist barninu. Eiginmaður hennar, James Francis, var nokkuð brugðið þegar hann sneri aftur heim eftir ástvöl í Afganistan. Hann kom heim til konu og ungs barn sem líktist honum ekki neitt. Þau eru bæði hvít en barnið er svart. Hann segir, já, ég fekk sjokk þegar ég kom heim, en ég held þetta væri enn einn hrekkurinn, en hún sagði við getum ekki stunda kynlíf vegna þess að hún væri með AIDS árið 2004 þegar ég kom frá Írak. Ég held þetta væri bara einhver annar hrekkur hjá henni.
skemmtilegi hrekkir hérna hjá konunans. Já, hún léttur og skemmtileg. Já, svo fréttir herma eiginmaðurinn trúir konunum sinni, en hann segir, ég hef enga ástæð til að efast hún sé að segja satt. Þessar 3D-myndir eru mjög raunverulegar og eins og tækninni í dag allt hægt. Já, það allt hægt, bara. Það allt hægt. Þetta barna konu á 3D. Kæró bara heima, hendi í 3D-klámynd. Já, ég ætla bara að vona að kærast annars Ásgeir Kolbeinsson eignast ekki strump. Þau voru á 3D-myndaginn. Má segja svona brandara, ok. Þá er þetta stór hættulegt. Þetta er stór hættulegt, sjáum til 9 mánuð síðar. Já, þetta er samt sko, þarna ertu bara með, þessi maður er grey, ljótt að segja. Já, já. Það er ekki eins og, veist, þannig einhverju vini hérna á Íslandi sem að verða brjála. Já, hann kemur heim 2004 frá Írak eða eitthvað sko. Já, frá Írak, og þá er konan hans með þann rekk eða svona, þann fíblaskap að hún sé með einni, þannig að þau get ekki stunda kynlíf. Já, svona það er rosa hefur engan áhuga að sofa, já, ofboðslega fyndið. Rosa fyndi grín. Og hefur greinilega bara ekki áhuga að sofa hjá manninu sín. Svo kemur heim frá Afganistan 2013. Þá var hann með svart barn. Já, sem hún eignast eftir að horta á klámynd í 3D. Hann að eiginkonan og nýbækamorinn Jennifer Francis, hún er ekki öll það sem hún er séð. Nei, þessi gaur líka sko, eiginmaðurinn, já, hann ætti að fara að leita annað held ég. Já, það er reynda frábær kommentin, hann Holmstedt hérna, eitthvað kommentin fyrir hann, ég fór með konun á strumpana í 3D, mér finnst það drepið. Hún hefur verið með Ásgeiri. Það var með Ásgeiri í bíó maður. Já, en þessi James Francis, þetta er ekki bara svona sko, er þetta ekki bara því að hann vill ekki heyra sannleikan? Er þetta ekki bara svona eitthvað heim og heldur að, jú, ég meina, þú veist, það er ekki kveikt á öllum perónu, sko. Nei, en veit hann ekki alveg að hún hélt fram hjá hann bara vill ekki trúa þig? Hann veit að gamla var einhvers þar að skýta á sig, sko. Já. Hann veit það, sko. Hann veit bara ekki trúa þig. Það er engin svona vitlaus. Engin. Alveg sama hversu raunverulegt 3D er og tæknin í dag, hvað er fólk algjörlega vængið við í hausnum, sko. Hvað er í gang? Það var alltaf að passa sig þá maður. Já, bara, þú veist, hún búið með eini djókið. Já, sem var æðislegt. Sem var æðislegt, sko. Hérna, svo er myndaðum hérna er mynd af konunni og barninu. Guðfallið barn og allt það, sko. Já, já. Nefnum það James Francis á það ekki, augljóslega. Nei, það er nokkuð ljóst, hann var ekki á landinu og svo er grekkinn svartur. Hann komst ekki lengri í burtu, hann var í Afganistan. Þetta er svona aðeins í Bandaríkjunum og maður er nú heyrt margar svona sögur frá Bandaríkjunum. Þetta kaninn getur verið svo klikkaður, það næri ekki nokkuð aftur. Já, bara, þú veist, við minna almáttu, sko. Styttist hér í netmisnotkun, við ætlum að fara í flottulakeppnina og fleira við Jónsi. Svo er, Barnalandi líka, er þetta ekki með eitthvað að handa okkur þar? Jú, ég er að fara í gegnum þetta. Það er að detti neitt og eitt. Læsilegt, við ætlum að fara hins vegar fyrst í auglýsingar og komum svo eftir örskamastund. FM 957 og OK-búðin kynna Back to School Instagram-leikur OK-búðarinnar. Sendu inn mynd á Instagram af þér við að æfa einbeitinguna, sama hvernig þú gerir það. Merktu myndina með tagginu OK-búðin og hashtaggaðu einbeiting á Instagram og þú ert komin í pottinn. Leikurinn fer fram frá 12. ágúst til 7. september. Verðlaunin eru ekki af verri endanum. 2 heppnir þáttakendur verða dregnir út á handahófi og vinna glæsilegar fartölur frá OK-búðinni. Önnur fartölan verður dregin út kringum 20. ágúst og hinn þegar leiknum lýkur þann 7. september. FM 957 og OK-búðin fara Back to School með fulla einbeitingu. Taktu þátt í söfnunarátaki Bláa Naglans á bláinaglin.is. Dregnir eru tveglegir vinningar. Allir þeir sem styrkja með símtali geta átt von á vinningi. Meðal vinninga eru flugferðir innanlands með Flugfélagi Íslands, snjallsímar frá Nova, luxusgisting á Hótel Rangá, dráttarbeisli frá Víkurvögnum, gjafabréf í Perluna og fleira. Þú finnur allar upplýsingar á bláinaglin.is. Leikirnir í íslenska boltanum eru á lengjunni. Kynntu þér stuðrana, aukt á spennuna og spilaðu með í íslenska boltanum í sumar. Leikirnir eru á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í ágúst. Frábær tilboð hjá GAP hjólabúðinni, Skemmtigarðinum Grafarvogi, Skemmtigarðinum Smáralind, Vörðklass, Rocky Reykjavík, Rizzo Pizza og margt fleira. Kynntu þér tilboðin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild er snillt. Skólinn fer að byrja. A4. Ertu búinn að nýta þér afmælistilboð Dominos? Allar stórar pizzur á matseðli á 1390 krónur ef þú sækir. Og nú skattu taka eftir. Í dag fá 20 heppnir viðskiptavinir glæsilega gjöf frá okkur. Ástkort í Laugarársbíó. Hlátur, grátur, sprengir, rómantík og spenna í heilt ár. Já, pantaði með appi, á netinu eða í síma 58 12345. Dominos.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Can't Stop og hann mitt opnar sem meðan Jón Gunnar hér í síðustu viku. Þetta er uppáhaldslægi hans. Þetta er ekki uppáhaldslægi mitt. Þetta er svona guilty pleasure að hafa gaman að þessu. Því að maður er minna verið í því að hlusta á Miley Cyrus. Má ég spyrja þig, postaði þessu á Facebook? Ég postaði þessu á Facebook. Ég hendi, gamli maðurinn hendi Miley Cyrus á vegginn. Já. Hvað hérna... Það bara, hann lá við hjónaskilnaði. Hvaða Hannah Montana sería er mestu uppáhaldið Ég hef ekki fyrst náðu vel með þessu. Hvað er besta serían? Ég hef minna verið að hlusta á Hannah Montana, horfa á Hannah Montana og hlusta á Miley Cyrus svona. En ég viðurkenna, ég er bara svona alæta á músík. Þetta er flott lag. Bara lagið er gott. Já. Veist, ég get bara hvað sem er. Bara Mínus, Sigur Rós, Miley Cyrus, bara Prince, veist, Michael Jackson, mér er alls svona, bara meðan lagið er gott. Og þetta er gott lag. Já, þetta er enda fínasta lag hjá henni. Og vídeóið er hressandi. Já, það er svona öðru í þessi. En það er hins vegar talandi flott lög. Það er komið að flottulega keppninni hér á mánudegi. Já. Og við erum búin að ákveða þema við Jónsi. Þemaðið er lag sem að var í hvað mestu uppáldi að þú varst úlingur. Já. Og það er ég ætla að breyta. Þannig að við erum að fara vel aftur í tíman. Nei, ég ætla ekki að breyta. Nei, ekki að banna að breyta. Það er allt tilbúið hérna. Já, þetta er skemmtilegt þema. Já, hérna... Nefnum það bara, það er, veist, að tölvöld lengra síðan ég var úlingur, þannig að, veist... Já, samt þetta, ég meina, ertu ekki með eitthvað klassík? Ég er með klassík, jú, Okay. jú. Og lag sem hefur svona lifað með manni, maður ætla að hlusta á að hann anskota þegar maður er úlingur. Já, líka mitt, það hefur lifað með mér. Og, já, þetta er ekki flókið, við fáum að spila hér 1,5 cirka, tæpa 2 mínútur af okkar lögum, svo ringið þið 511-0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur flottulega-keppnina og það er mikil keppni í sig. Ég vann síðast ekki. Jó, vannst 5-4. Það er ég er tilbúin núna. Ég trú ekki þetta í dag. Nei. Hvaða hérna, hvort viltu vera undan eftir? Nú maður draða, að þið ert gestur. Ég ætla að vera undan. Þú ætlar að vera undan? Já. Ok, þá er bara að kynna einn lagið og hvaða ára er þetta sem þú ert að hlusta á þetta? Ég hætti náttúrulega, maður er ekki nákvæmlega hvað ár, þetta er 80, maður er glerharður þannig í Digransskóla. Úlingur. Mann hérna Ísleifur vinnu minn. Já. Hann hélt svona nokkur svona bekkjapartí og svona, Ísleifur sem er tónleikahaldari Íslands í dag, flutti með henni Frank Ocean daginn og svona, góðu vinnu minn. Hann hélt svona partí í kjallaranum heima sér, það var bara hendi Purple Rain, þegar Purple Rain var ný, sko. Ok, þannig að það er prins hjá þér. Það er prins hjá, ég er mikill prinsmaður. Og hvaða lag ætlar að vera með í flottu lagið? Þetta er held ég eitt besta lagið hans á mörgum góðum, þetta er When Doves Cry. Þannig að þetta er þitt framlag hér í flottu lagið. Já, ég hlýt að vinna með þetta, ég trúi ekki öðru. Ertu úlingur þegar þetta er að koma út? Já, ekki orðuðum. Var ég væntur? Nei. Alltaf, gefum honum tæpa 2 mínútur. Þetta er framlag Jónsa í flottulega-keppninni. Þetta er enda geðveikt lag. Jónsa hér í flottulega-keppninni, sjálfur prins og þemaði hjá okkur. Hvaða lag var í mestu uppáldi að þú ert úlingur? Já, þessi plata er öll í uppáldi. Já. Þú valdir When Doves Cry? When Doves Cry. Já. Þegar þú varst að hlusta á þessa plötu? Já. Var sommar på 50-dögum? Vá, ég held ekki. Var það ekki þannig? Ég get svarað. Jó, þá var náttúrulega að byrja þarna. Já, ok. Það var nú að byrja þarna. En ég man actually þegar var ekki sjómar på 50 og ekki júli og eitthvað. Það er að gerast hérna, sko. Þetta er, já, framlega Jónsa, When Doves Cry og ég verð að gefa, mér finnst þetta alveg ríkala flott lag. Já, þetta er líka. Þú sé keppni við núna. Já. En talandi keppni, við erum í flottulega keppninni og það var ríkur á millir, ég veit það ekki, en allavega á Íslandi þá voru menn svona, annarkvort hélst upp á prins eða kóngin. Sko, þú settir prinsinn að stað, ég ætlaði að setja í kóngin. Þetta var ekki erfitt val fyrir mig, þegar ég var úlingur þá hlustaði ég á þetta lag svona 10 sinum á dag, án þess að ekki held ég. Takk fyrir það. Og var að gera fjölskyldu mína geðveika, bæði Mæju systir og móðu mína. Já. Þegar þetta bara heyrðist 10 sinum á dag úr herbygginu á mér. Þetta er Michael Jackson og eitt af mínum uppáhalds með honum, Smooth Criminal, og ég er ekki enn komið leið á þeim. Þetta er gott lag, maður. Hvað er góð Jackson og Prince? Já, þeir eiga nokkra slagar á milli sín. Já, bara henda góðan Jackson Prince, playlist í gang og þú er bara góður. Akkurat málið, en þetta er í ykkar höndum, kæru hlustendur. Við erum báðið mikli keppnismenn, ég og Jónsi. Já. Þannig að nú hefst keppnin. Svo gott maður, já. Ég hlýt að taka þetta. Ég veist að það hljóta frá fleiri Jackson aðdæmendur að móti. Skulum opna fyrir síman og það er fyrstur upp í 5 atkvæði. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hver fær þitt atkvæði í dag? Herðu, það er Rauti. Það er Rauti. Ertu prins aðdáandi samt eða? Já, ekki þannig. Nei. Ekki þannig. Meiri Jackson? Nei.
Já, ok. Það verður að hafa það. Takk hjá að ringja. Já, takk fyrir ekki neitt. Ok, bye. Það er 1-0 hér í flottilegakettin FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvort er það Prince eða Michael Jackson hjá þér? Það er Prince. Nei, Anna! Trúið þig. Já, Prince er sterkur í telefonum. Er þetta uppáhaldslægið með Prince, When Doves Cry? Nei, ég get ekki sagt það. Hvað er svona uppáhalds? Bara ekki Michael Jackson. Nú, það er bara þannig? Já. Fannstu reiðina? Já. Ég er bara svektur. Það er bara svo sparki í pungin og blöðmann. Já, það er svona. Það er ekki allir með sama smekk, en takk fyrir að ringja. 1-1. 1-1 hérna, FM, góðan daginn. Michael Jackson. Michael Jackson. Sjálfs. Allan daginn. Já. Hvaðan ætti að ringja? Ég er nú bara eftir hérna. Hvar er ég? Ég spyr. Hvar er ég? Þetta var gott. Það er allavega, farðu vel að. Já, ég ekki það. Ok, nú, bye. Þessi vissi ekki sem hvað hann var. Nei, hann var eitthvað utan við sig. FM, góðan daginn. Halló. FM, góðan daginn. Góðan dag. Hvort er það Prince eða Michael Jackson eða þér? Hjá mér? Já. Ég segi Michael Jackson. Það er Jackson. Hvað er að gerast þetta? 3-1. 3-1, já. Takk hjá að vera ringja. Ekki máli. Ok, ég er góður á endarsprettinum. Já, þetta er samt sko, ég held í sig með því í dag. FM. Já, góðan daginn. Ég segi Michael Jackson. Sjálfsögðu. 4-1. Stefnir í bust. Takk hjá að vera þetta. Það var bara ein kona sem ringdi hann sem hataði Jackson, annars hafði þetta orðið 5-0 held ég. FM. Koma svo. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú gott? Það er náttúrulega klárlega Michael Jackson. Sjálfsögðu. 5-1. Þetta var ekki flókið. Takk hjá að vera þetta. Takk fyrir að ringja. Þá er flottilegakettin búin í dag og léttur sigur fyrir konginn. Þetta var 5-1. Já, þú ættir aldrei breyk í dag. Nei. Með eitthvað lag, bara síðan sko 72. Talandum flott lög. Já, takk. Á hverju ári greinast að meðaltali 737 karlmenn með krabbamein. Við ætlum og verðum að fjármagna nauðsynlegt tækjakaup Landspítalans til geislameðferðar. Sýndu þinn stuðning. Bláinaklin.is. Ertu búinn að nýta þér afmælistilboð Dominos? Allar stórar pizzur á matseðli á 1390 krónur ef þú sækir. Og nú skattu taka eftir. Í dag fá 20 hefni viðskiptavinir glæsilega gjöf frá okkur. Ástkort í Laugarársbíó. Hlátur, grátur, sprengir, rómantík og spenna í heilt ár. Já, pantaði með appi, á netinu eða í síma 58-12345. Dominos. Universal kynir Kick-Ass 2. Who the hell are you? I'm Kick-Ass. Þau eru mætt aftur til að klára það sem þau hófu. The real world needs real heroes. Aaron Taylor Johnson, Chloe Grace Moritz og Jim Carrey. I'm here to end Kick-Ass. Kick-Ass 2. Sýndi kvikmyndahúsum land allt í samstarfi við Coke Zero og Lenovo. Corona kynir. Undankeppni Movida Corona. Stærstu DJ-keppni í Evrópu á Harlem, 30. ágúst. Taktu daginn frá. Í vítaspildukeppninni í áskorundarleik Orkunar ert í dauðafæri á að vinna þér inn 100.000 króna inneignarkort. Skráðu þig til leiks á orkan.is. Fáðu betra verð fyrir skiptibækurnar. Grippill, alltaf ódýr. Lokadagar útsölu hjá E-Label og Evalín, Laugavegi 32. Íslensk hönnun á frábæri verði. Tökum vel á móti þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Það er hárrétt hjá þér að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957 Auðun Blöndal og Herra Ísland með ykkur til 6 í dag. Það er bara sérstaklega fyrir þættunum að vera kallaður Herra Ísland. Sérstaklega, takk Auðun. Já, og það er komið tíma á dagskrárlið sem er í þínum höndum, Jónsi. Ég er ekkert gátt að fara að fjalla núna. Þetta er sem að þú stjórnar, eitthvað sem þú stjórnar og það er Barnalandið. Já, það er hérna umræðan á, Barnalandið að bland.is, heyri núna, við köllum þetta bara Barnalandið. Já. Og hér er þráður, hér er svona smá væl. Og daman er spyrir hérna, ég er miður mín, í kvöldmatarpásunum minn í vinninni áðan, sagði kona sér í vinn með að ég hef bætt svo miklu á mig. Ég hef verið svo grönn áður og hún spyr, hvað gerðist eiginlega? Sagði hún líka. Og dama segir hérna, svo kemur bara, maður er nógu óöruggur með útlitið fyrir og ég skil ekki hvernig fólki dettur í huga að koma með svona komment. Daginn var ég líka að spura 3 svar með stuttum yttervili hvort ég væri ólétt. Af hverju spyrir fólk þegar það er ekki 100% vist? Svo heimskulegt. Svo kemur hérna, þó ég segi sjálf frá fyrir að lýsa sér sko, er ég alls ekki feit, ég er í kjörþyngd og er frekar fíngerð. Ég er enda með aðeins fleiri kíló utan á mér en venjulega, en samt ekki gaman að fá svona aðdarsendir. Þurfti bara aðeins að fá að pústa
Svo byrja bara dömundar að frík út, sko. Aðeins að fá pústa. Aðeins að fá pústa, smávæl, þetta skemmtilegt, af því að þú sérði eitthvað konu. Með eitthvað sumakíló kannski bara? Já, bara carrying some holiday weight, það bara þannig. Og, þú veist, konu greiðir í vinnunni, pásu, kemur einhver spyr, hvað gerðist eiginlega? Já, strax gára samt að það hefur verið kvennmaður sem spurði hana heldur en kallmaður. Já, ef það verið kallmaður, hann alltaf hefur verið aflífað. Já, hann hefur verið drepinn, sko. Ef hún hefur verið að tala kallmann hann á þessum þræði, það hefur verið svona 1000 komment bilaðar. Ég held að konur myndi ekki tala svona við aðra konur. Ég held það bara alls ekki. Nei. Þú veist, þú bara, já, búin að bæta þess á sig, þú veist, þú bara, já, byrju, hvað skeiði? Ömurleg spurning, bara, hvað gerðist? Og svo líka það, ekki það, og svo hún spurði þrisvar með stuttum millibili, hvort hún sé ólétt og fólk ekki viss. Þetta finnst mér spegir. Það gerir það enginn, held ég. Ég náttúrulega, sko, ég get ekki alltaf söguna eitt njótaupun, en eitt versta augnablika ævi minnar gerðist þegar að vinur minn spurði eina konu, hvort það væri annað á leiðinni. Já. Og þetta þekktur einstaklingur sem spurði konu annars þekkt einstaklings. Já, ég man eftir þessu, sko. Ég vildi skríða undir borð og deyja. Já. Því að það var krakkinn hennar og hans að leika sér svona á gólfinu og vinur minn sem er rauðhærður fór eitthvað svona á gólfinu bara, þetta er æðislegur aldur. Fór svona eitthvað á bumbuna eitthvað svona, og hvað, bara annar á leiðinni? Nei, auðvitað ekki, þú náttúrulega bara ennþá jafnaði óléttinni. Nei, krakkinn er 2 ára. Og það stóða bara, ég veit ekkert hvað ég var að segja. Þetta er, sko... Þetta var sríkar. En eins og þetta er nú kurteis og almennilegur drengur sem ég er að ræða hér, þá bara skeita hann á sig þarna. En maður spyr ekki, nefnum að, þú veist, líka við að konan sé bara á steipirnu, sko. Já, hún þarf bara að halda á sónarmynd. Já, það er líka við, sko. Já. Þú ferð ekki að þú ert ekki viss í guðunabænum ekki að spyrja á konan fór sér ólétt. Bara aldrei, sko. Nei. Þannig að það svo er hérna... Þetta er leðilegt, hún er búin að pústa þess núna. Já, hún er búin að pústa. Það er líka bara eitthvað svo astnalegt við þetta. Þá, ef að félagin eða vinnufélagin er búin að bæta eitthvað á sig, þú veist hvað, ég að fara hérna fram og segja við Pétur Valmundar, Pétur, hvað kom eiginlega fyrir því í sumar? Já, hvað gerðist þig? Já, þú veist, svo astnalegt eitthvað. Þetta er mjög vont. Svo er hérna annað. Ekki það að Pétur Valmundar sé eitthvað búin að bæta á sig. Nei, hann er bara toppformi. Hérna annar þráður, smá könnun vegna maka. Hérna er hún bara kona að spyrja. Ég er búin að vera öll föst í vangaveltunum með strákamálinn. Það er svona gegnum gangandi strákarnir sem ég rekst á séu aðalega að leita sér einhverjum til að leika sér með innan gæslappa, sem er ekki alveg, hún er með svona 6A í alveg. Það sem ég var að hugsa og ráðum pínu þreytt á svona pleppum, en hún langar mig að gera smá könnun hvar þið fundið ykkar núverandi maka. Sem er skemmtilegt. Svo bara byrja fólk sér hérna MySpace og Yrkið. Þetta er Yrkið. Ég man eftir Yrkinu. Yrkið, bara svona, allir sem er með chat í dag og Snapchat, þetta, hitt og annað, sko. Yrkið var rosalegt. Varst þú á Yrkinu? Ég var eitthvað minna á Yrkinu, sko. En mann eftir því, en ég var ekki á Yrkinu. Nei. En þú? En ég var á MySpace. Já, ég var aðeins á MySpace. Það er mjög fyndið, sko, að þú tekur bara MySpace í dag eins og bara munurinn á Facebook og MySpace. Þá settur svona einhvern kall, feeling annoyed. Ég man eitthvað pyrraður og það var bara svona statusið minn, einhvern kall í fílu. Já, MySpace, það hvarf svo rætt. Facebook bara stútaði. En veistu hver á MySpace í dag? Nei. Stærsta hlutan niður? Nei. Justin Timberlake. En það er rétt, Já, og hann er eitthvað að reyna, það er eitthvað að vera að gera eitthvað tónlistardæmi eitthvað. Ok. En aftur á þessu þræði, sko, smá könnu vegna maka, hann að fólk fyrir að tala um að já, fann sín á MySpace og Djamminu og í úlingavinni þegar hún er 16 ára, það er svo sætt, kemur hérna, á ættamóti. Þetta er eitthvað, þetta er eitthvað skrítið. Það verður þá að vera þessi gestur eða eitthvað. Hvað er þetta bara að byrjuðu með frænguðinni? Þetta er rauð, svo hérna á barnum og datara. Þetta er svolítið skemmtileg, mér bara að hugsa til þess að því að nú ert þú alltaf makalaus. Alltaf, já. Bara alltaf í lífinu. Bara alltaf í lífinu makalaus. Bara ate like God intended. Já, hann að hérna, hvað er fólk að finna makið? Bara alls það ekki? Býtu, ætti ég ekki frekar að spyrja þig? Já, reynda, snúum þessu við. Já, nú ástum ekki maður. Hvar kynntist þú konunni þinni? Við, hérna, í gegnum samíla vini. Já, er það ekki alltaf svona best? Jú, það er svona svolítið, sko. Og treysti því aðeins, sko. Já, nákvæmlega. Ef að viniðinni segja bara gegnum samíla vini. Ég held að það sé svona besta leiðin til að kynnast. Já, það koma nokkur inn á það, sko. Hellingur hérna bara á útihátíð og á Djamminu, alveg bara gulur í framann í 101, sko. Já. En hérna, ég held að það sé bara fínleið, bara í gegnum vini. Já. Þó að, þú nennir ekki endurist að vera að fá bögg frá vinunum að þú er að hitta þennan og hitta hinn, sko, en. Nei, ég er líka svolítið að leita á gullnámum og svona. Já, það ekki. Þannig svipað áhugamál. Finna sköllóttan spilafíkil sem elskar Manchester United. Og hatar ekki að fá sér. Hamingju sem það sem eftir þess. Já, ég er að fíla það, mestur flottan. Já, hörku gott lag. Komið tíma á flottan slagara frá þeim núna. Frábær hljómsveit. Ríkala skemmtileg live.
virkilega góðir. Það styttist hér í lagi á leiðinni heim. Við Jóns erum búin að velja, grjótart lag sem lagi á leiðinni heim. Já, smá nostalgía aftur. Já, og, þú ætlar að kynna hérna hlaupastyrkinn. Ég ætla að vera að plugga það. Já, við ætlum að plugga. Við þurfum að fara yfir það hversu miklu þú ætlar að heita á mig. Þú ert ríkasti vinur minn. Já, þessi var helviti fyndin hjá þér. Já, vellauðugur skemmtikraftur. Akkurat. Vellauðugur. Þannig að ég hlakka mikið til. Hendaði svona 1500 kalli. Já, mitt 1500 kalli. Náttúrulega King Arnar Gunnlaugs er náttúrulega búinn að styrkja þig bara það sem það. Arnar Voramenn Gunnlaugsson hendi fyrstu fæslu á gamlamannin 75.000. Það er rosalegt. Já, hann er ekki vellauðugur skemmtikraftur eins og þú sko. Herðu, hann býr á Miami. Já, reyndar. Hann eigi Miami. En allavega hérna, já, ég er að hlaupa fyrir gott málefni. Já. Ég hleyp alltaf einu svona, ég hleyp bara 10 kilometra, fólk spyr mikið hvort ég ekki að hlaupa marathon, ég nenni því ekki. Nei. Mér leiðist að hlaupa í 3-4 klukkutíma, þó ég dáist að fólki sem gera það. Hvað ertu lengi að hlaupa 10 km? Hvað ég á best eða hvað ég er lengi núna? Hvað er lengi núna? Ég er svona 43-45 mínútur. Ok, hvað er þetta best? Undir 39, 38-54, bara svona til að setja það í samhengi, það er brettið á 16 í 39 mínútur. Ok, það er vel gert. Það er mjög vel gert. Þú varst í 39 mínútur með 10 kilometra. Já, og ég er sérst að safna. Góð vinn okkar Pétur Jón Sigfússon var 2 tíma með á hann daginn. Var hann 2 tíma með 10 kilometra? Labbaði hann þá aftur á baka? Hvað er í gangi? Hann var ekki 2 tíma með 10 kilometra. Hann var einhvern að tæpa 2 tíma, jú. Ég held að ég sé fljótar að skríða 10 kilometra, en allir næ. En ég dáist að Pétur, hann er snillíkur og frábært að... Hann er alltaf að koma til núna. Já, en það sést, ef fólk verður að hlaupastyrku.is, finnur Jón Gunnar Gerdal, þá bara á að heita á mig. Ég er óþolandi, eins og Finni vinnu minn, kallaði mig Cable Guy í morgun. Já. Ég læt fólk ekki í friði, sko. Ég fæði frá þér á hverjum degi hvernig ég er að fara að styrkja þig. Já, ég fekk í dag sko frá Samskip 25, 50 skatt frá Prikjunu, 50 skatt frá Inglis, 30 skatt frá Vego. Ég er að ringi í Kolbeinsson við minn sem alltaf veitingastæða eigandi í Reykjavík, sko. Já. Þannig að ég áreiti og pöngast á basically öllum. Hvað er stefnan? Já, mér langar að toppa í fyrra. Ég safnaði einhverjum 560 skalli fyrra í hlaupinu. Það er vel gert, maður. Og fekk svo 250.000 aukalega frá velferðarsjóði barna þegar ég hringdi í þau og sagði hvað gamla var að gera. Já, ok. Læsilegt. Þannig að hann reynir á hlaupastyrku.is. Auðvitað, þú ætlar að henda einhverju stórkostleðna. Jón Gunnar Gerdal. Egil Einarsson er eftir, Hjörvar er eftir. Ertu ekki að bögga þá líka? Já, byttu fyrir. En Pétur og Sveppi? Já, byttu fyrir. Ok. Allir. Það fær engin frið fyrir gamla. Það fær engin frið, en það er komið að læginu á leiðinni heim. Og við vorum með þema í flottulega-keppnina áðan hvaða lög voru, eða svona í miklu uppáldi þegar við vorum úlingar. Já, þetta var í miklu uppáldi. Já, og oftast á mánudum þá hendi í eitthvað svona rólegt og eitthvað svona, en við ætlum að sleppa því núna. Það er rock í okkur núna. Já, bara þó að sé mánudagur, það er fínasta vika á framöndan. Og rigning og hagl í dag, fólk þarf að rífa fólk upp. Já, ætlum aðeins að reysa ykkur við og hver kannast ekki þetta? Verður ekki mikið flottari. Guns N' Roses, Paradise City er lagi á leiðinni heim í dag. Nýkominn á Sauðárkróki þegar hann samtið þetta. Paradise City með Guns N' Roses. Þar er grasið mjög grænt og stúlkurnar gullfallegar. Já. Þetta er svo flott lag, maður. Þetta er geggjalag. Þessi plata var náttúrulega rosalega. Appetite for Destruction. Já. They don't make them like they used to, sagði maðurinn eitt mann. Já, jú. Jó, reyndar. Holy Grail og svona. Já. Þetta var lagi á leiðinni heim, Paradise City. Og talandum að vera á leiðinni heim, það er mitt það sem við Jón Gunnar erum. Við erum á leiðinni heim og ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir daginn, Jónsi. Bara, takk sem leiðsunur. Alltaf gaman að fá þig. Ég held að Björn Bragi verður nú mættur næsta mánudag. En við verðum mættir hér á morgun, ég og Steindi Junior. Tekkið endilega á því klukkan 4. Farið í vallega og eigið gott mandagskvöld minna á enska boltan. Það er Manchester City Newcastle í kvöld. Hörkuleikur. Klukkan 7. Gaman að sjá City. Já, ég er að spara að renna bara núna, ná mér í sushi og horfa á leikinn. Hafa gósi. Hljóma vel. Vonandi gerir þið það líka, kærlega stundur. Takk aftur fyrir daginn, Jónsi. Takk fyrir mig. Heyrumst á morgun, endum þetta á King Frikador og lagið Maður ásins. Menningafjör FM 957. Vilt þú eiga möguleika á að vinna stórglæsilega vinninga á menningadaginn? Farðu í ein af 3 verslunum rúmfattalæðisins á höfuðborgarsvæðinu og nældu þér í FM 957 blöðrum og vertu með hana með þér í miðbænum á milli 13 og 16 á laugardaginn. Við munum leita upp í digga hlustendur FM 957 og gefa fullt af frábærum vinningum. Þú gætir unnið LG snjallsíma frá lgsímar.is, Kólátt heyrnartól frá Vodafone, gjafabréf frá rúmfattalæðarnum, pizzuveislu frá Gömlu smiðjunni Lækjargötu, gjafabréf frá Sporthúsinu Kópavogi, gjafabréf frá Hópkaup og þar að auki fá allir vinningshafar 2 miða á myndina Kick-Ass 2 frá Laugardalnum. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í ágúst. Frábær tilboð hjá efnalauginni Björgi Mjótt, Splash, 1011 og Sushi, Mikkelsen, Ólís, OB og margt fleira. Kynntu þér tilboðin nánar inn á stöð2.is.
Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild snilld. Báðu miklu betra verð fyrir skiptibækurnar í Griffli Skeifunni 11. Ertu búinn að nýta þér afmælistilboð Dominos? Allar stórar pizzur á matseli á 1390 krónur ef þú sækir. Og nú skattu taka eftir. Í dag fá 20 hefni viðskiptavinir glæsilega gjöf frá okkur. Ástkort í Laugarársbíó. Hlátur, grátur, sprengir, rómantík og spenna í heilt ár. Já, pantaði með appi á netinu eða í síma 58123445. Dominos. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is